ætlum að skoða síðustu hugtak sem heitir frávíkshlutfall. Frávíkshlutfall eins reiknað saman hvort við erum að nota bilskiptingu eða hvort við erum með gögnin sjálf. Af því að frávíkshlutfall alltaf bara staðalfrávik deilt með meðaltali. Frávíkshlutfall, ef við setjum það bara í þetta sama dæmi sem við erum búin að vera að nota, það bara jafnt og staðalfrávikið sem við erum búin að reikna deilt með meðaltalinu sem við erum líka búin að reikna. Og ef þið eru að vinna með bilskipta tíðnitöflu, þá eru þið bara að nota hérna útkomuna sem þið fenguð út úr þeirri aðferð. Ef þið eru með gögnin sjálf, þá notið bara það sem þið fáið út úr skipununum average og STTF til þess að reikna þetta. En frávíkshlutfallið fyrir þessa tilteknu dreifingu til dæmis 0,238. Við gjarnan setjum þetta fram sem prósentu. Þannig að þetta 23,81%. Frávíkshlutfallið mjög gagnlegt ef við ætlum að bera saman tvær dreifingar til dæmis. Þá getum við reiknað meðaltal og staðalfrávik fyrir það báðar, reiknað frávíkshlutfallið og þá getum við skoðað hvor dreifingin með meiri breytileika. Frávíkshlutfallið mælikvarðinn sem við notum fyrir breytileika á einhverju mælistærð.